í ljósi þessara umræðu þeirra réttmætu vegna þessar áhyggjur sem hafa komið fram þetta á margan hátt réttmætar. Það sem kemur þó í ljós það að gagnvart ferðamönnunum allavega, að þá kannski, það má kannski greina svona ýmis merkjum að ákveðnir staðir og ákveðnum tímum það sé kannski aðeins fyrir að þrengja hjá fólki, en yfir höfuð upplifir fólk ekki staðina sem ofsetna þessi gestir. Og svo má heldur ekki gleyma því að þegar við erum að tala þolmörk, að þá hættir okkur til kannski svolítið að líta svo á að hugtakið þolmörk feli í sér einhverja eina ákveðna tölu á fjölda ferðamanna. En það þetta ekki svo, heldur spilar þarna saman þá akkurat, vissulega hversu margir eru að koma, eftir hverju eru þeir að slægjast, hversu mikið álag valda á staði náttúrulega með við núverandi ástand. Viljum við breyta því ástandi? Viljum við byggja upp til að taka á móti fleirum? Eða viljum við að staðurinn haldi þessu yfirbragði? Það skiptir þá máli upp á hversu marga við viljum fá. Hvernig líður heimamönnum ef þetta á þeim stað sem í byggð? Finnst mönnum að sér þrengt íbúunum og hvernig getum við breytt því? Þýðir það að við viljum skipuleggja til þess að þessi hægt að taka á móti fleirum eða okkur þykir nóg að gert og svo framvegis. Þannig að þolmarka hugtaki mjög spennandi hugtak sem hugtak til að nýta við skipulagningu og framtíðarsýn en það ekki hugtak sem felur í sér tölu.